Nú keppa Húnvetningar og Þingeyingar í spurningaleik sjónvarpsins Hvað heldurðu? Stjórnandi er Ómar Ragnarsson. Gegnum spenntan manngrúan í félagsheimilinu á Blönduósi skulum við líta á úrslit í fyrstu umferð til þess að glöggva okkur á framhaldinu. Á Faxaflóasvæði, Kjalnesingar unnu Suðurnesjamenn og Borgfirðingar unnu Snæfellinga, Kjalnesingar og Borgfirðingar keppa titilinn Faxaflóameistari. 4 stórbæir kepptu, Reykvíkingar unnu Akureyringa, Hafnfirðingar Kópavogsbúa, Reykvíkingar og Hafnfirðingar munu því keppa stórbæjatitilinn. Á Vestfjarða- og Dalasvæði unnu Strandamenn Dalamenn og Barstrendingar Ísfinninga, Strandamenn og Barstrendingar munu því keppa titilinn Vestfjarðameistari. Á Norðurlandi unnu Húnvetningar Skagfirðinga og Þingeyingar Eyfirðinga, Húnvetningar og Þingeyingar munu því keppa titilinn Norðurlandsmeistari. Á Austurlandi unnu Héraðsbúar Fjarðabúa og unnu þar með Austfjarða- eða Austurlandsmeistaratitil og þeir munu keppa við Ísfirðinga titilinn Útvarðameistari. Á Suðurlandi unnu Vestmannaeyingar Skaftfellinga og Árnesingar Rangeyinga og Vestmannaeyingar og Árnesingar munu því keppa Suðurlandsmeistaratitil. Og í annarri umferð verða ýmsar breytingar og kannski ögnum frjálslegra, til dæmis ekkert fyrirfram ákveðið hvort skemmtiatriði verða nokkur eða 1 eða 2 eða 3 og sama er að segja hagyrðinga. Gott kvöld og velkomin í félagsheimilið á Blönduósi. Nú förum við inn í aðra umferðina á spurningaþættinum Hvað heldurðu? Og nú fer að æsast leikurinn, því að við höfum verið með keppni nágranna í millum hingað til í hinum ýmsu landshlutum, en nú förum við að krýna landshluta-meistara. Og í þetta skipti í kvöld krýnum við Norðurlandsmeistara í spurningakeppninni Hvað heldurðu? En þá er best að gestirnir kynni sig fyrst, hvað þeir heita og hvaðan þeir koma. Jóhannes Sigfússon, Gunnarsstöðum. Stefania Þorgrímsdóttir, Mývatnssveit. Jóhannes Sigurjónsson, Húsavík. Og þá er það heimamenn. Einar Logi Víkingsson, Blönduósi. Ólafur Óskarsson, Víðidalstungu. Rúnar Kristjánsson, Skagaströnd. Nú hagyrðingar sitja hér 2 hvort frá sínum aðila og það er þá fyrst gesturinn. Hálfdán Björnsson, Hjarðarból í Aðaldal. Óskar Sigurfinnsson, Meðalími. Þetta er þessar gamli kunningjar að ekki sé minnst á Baldur og Heiði. Áðurinni byrjaðum langar með aðeins til þess að heyra kannski hljóðið í gestunum, Stefania. Þið komið dálítið langt að hvernig gekk að komast ykkar. Já, þeir segja að það gengi vel. Mér fannst það alveg skelfilegt. Hvað var svona skelfilegt? Já, ég fekk ekki keyra. Já. Bílsett hjá öðrum. Og varstu hrædd hjá þeim? Já, við höfðum nú mjög öruggan bílstjóra, segja þeir. Já. Og þannig ég hafði enga ástæðu til að vera hrædd, en ég hefði nú frekar viljað fara á frúnni ef ég hef mátt velja. Já, þakka þér fyrir. Við eigum það sameiginlegt að vilja flest vera á frúnni.
Þótt ykkur hefur náttúrulega gengið verið hér í hlemmi færi. Alltaf Hafið gott þið æft ykkur eitthvað? Ekki ég. En ykkur er vel til vina hérna á Skagaströnd og Blönduósi. Það er engin ríkur á milli þegar að... Það hlægi allir, já. Já, ég sýt hérna á millið þér allavega. Já, það er einmitt það. Eigum við þá bara ekki að fara að byrja, en við erum nú vanir að láta hagyrðingarna byrja. Nú höfum við þetta svolítið öðruvísi, við breytum svolítið svip. Nú langar við til þess að þið etja aðeins hestum ykkar saman. Þannig að hvorum sig leggur fyrri part fyrir hinn, síðan verðum við með eina lotu og svo inn í ykkur eftir svörunum. Hálfdan, vilt þú ljóða á Óskar? Já, ég er hérna með spurningu til þessu nautar míns. Hverjir eru kostir bestir, kunnir meðal húnvetninga? Hverjir eru kostir bestir, kunnir meðal húnvetninga? Óskar, þú svarar bara á eftir. Vilt þú ljóða á hann þá líka? Já, vilt ég ljóða á hann bara líka. Já. Kröflu, elda og kísilgúr kenna þingeyingar. Já, og við fáum svörin á eftir og þeir verða þá að á meðan, en nú byrjum við á fyrstu spurningalótunni. Við erum líka með breytingu í upphafi strax því að nú erum við með myndspurningar og það var dregið og það eru þingeyingar sem byrja. Þeir sjá hér mynd á skjánum í 8 sekúndur og við spyrjum hvað er rangt við þessa mynd. Síðan geta húnvetningar stólið þessu yfir ef að hvað er rangt við þessa mynd og við fáum góða þögn í salin. Góða þögn í salin á meðan með í hlæjavísu. Nú, já. Stýttuna snúa öfu. Þú ert ekki eftir þess að kallmenni snýr auðvist, já. Það er alveg rétt. Hannes Hafstein og Kristján, þeir snúa upp að stjórnaráðinu í staðin fyrir að snúa frá því. Eigum að snúa við? Já, það snýrist við. Og þá það var 2 stig sem við fengum fyrir þetta. Og þá er komið að húnvetningum og við spyrjum á sömu lund, hvað er rangt við myndina sem við sjáum núna næst? 8 sekúndur og við hefum gott hljóð í salnum og það dregið hvor fekk hvað. Það er 5 sekúndur að svara. Við höldum að vanti opið á dyrhóli. Það vantar gatið, það er alveg hárrétt. Nú skulum við sjá, það er allir fingurnir og þarna kom það. Og þá eru þið sérstaklega jafnir. Við tökum það fram að við breytum líka svolítið í stigagjöfinni og nú verður svolítið meiri hasar ef við getum sagt það svo. Því að sá sem stelur, eða sá sem er búinn að stela svarinu, hann fær 1 stigi meira. Og þá eru það þingeyingar, nú byrjið þið og það er 1 stig fyrir hvert svar. En ef húnvetningar takað af ykkur, og þá var reyndar 3 sekúndur þá, þið 5, að þá geta þeir fengið 2 stig og svo er þetta alveg á sama hátt á eftir. Og eru þið tilbúin? Það var það fyrst. Hvers vegna varð laugadagurinn 2. júní 1934 svo mörgum dalvíkingum og svarfdalingum minnisstæður? Jarðskjálfti. Jarðskjálfti, það er alveg hárrétt. Tók það á 0,2 sekúndum á önnur spurning. Hvað hét leikarinn frægi sem fæddist á Ítalíu, sló í gegn vestur í Ameríku, varð hugljúfi kvenna heim allan, andaðist árið 1926 og það eru 2 kvikmyndir sem hafa verið gerðar hann og æviskeið hans bera báðar nafn hans. Valentino, já, alveg leið. 3. spurning, fyrir hvaða válegum atburði dreymdi Hannes Arnórsson og Unni Þorsteinsdóttur í Sandgerði fyrir réttum 9 árum? Innbrot í pósthús, þjófnaði. Já, hún var póst- og símamálastjórastjórnum og það var draumið fyrir þjófnaði, já, alveg rétt, innbrotið. 4. spurning, fyrir hálfri öld kom út bók eftir Ísak Dínisson. Nýlega var gerð vinsæl kvikmynd með sama titli og þessi saga og gerist á svipuðum slóðum. Hvað hét bókin? Out of Africa. Out of Africa, alveg rétt í Afríku. Þeir eru bara í stuði. 5. spurning og mikið klappa hérna alveg á einum vængum, það er einhver þingeying og hópræða. Komið þú hópum með ykkur? 3. Komið 3? Það er ekki oft sagt af loftinni þingeyingum. Þá kemur 5. spurning. Fyrir einum 870 árum var borið fram reikningur fyrir dýrasta fingur Íslands sögunar. Hver átti fingurinn og hver borgaði fingurinn?
Hafliði átti í fingurinn og það var Þorgils sem borgaði. Já, við látum það gott heita þó að söðunafni vanti. Þetta er alveg hárrétt. Dýrmundi Hafliði allur og svo framvegis. Og þá kemur 7. spurning. Með hvaða liði náði skoski knattspyrnufrömmurinn Matt Busby hátindi frægðarinnar? Manchester United. Já, ég mætti. Þú Manchester United, já. Þá kemur 7. spurning. Árið 1974 tók íslensku menntamálaráðherra upp nýmæli í veisluhöldum. Nýmæli sem mæltist vægast sagt misjafnlega fyrir. Hvert var þetta nýmæli og hver var ráðherrann? Það var Vilhjálmur Hjálmarsson, hann hætti að veita vín í veislu. Þetta er alveg hárrétt. En einhverjur hafa breytt í síðan. 8. maður hefur séð að stundum koma út af þessu veislum. Jæja, 8. spurning. Þann 21. október 1805 var háð grimmileg orusta, sjóorusta, út af Spáni. Við hvaða örnefni er sú orusta kennd? Waterloo. Nei, það er ekki Waterloo og nú eigið þið Trafalgar báðir með það. Já. Þetta var sennilega slísni hjá okkur en það má ekki svara oftar en einu sinni. Þetta var Waterloo spurning sem við fengum þarna. Eins og sagt er þegar fólk tapar, við töpuðu einni spurningum. 9. spurning. Hvaða sjúkdómur orsakast af skorti á efninu insúlín? Sykursýki. Sykursýki, alveg rétt. Hér eru margir húnvetningar af þingeskum ættum, maður heyrir það á klappinu. Og þá kemur 10. spurning. Árið 1965 gaf skáldið Jóhannes Helgi út bók sem vakti mikla athygli. Hvað hét þessi bók? Vörnmessa. Já, alveg rétt. Jæja, húnvetningar, þá var komið að ykkur og þið þingengar eru tilbúinir að stela spurningum. Þetta kallum við þjófabónus. Það verður að hafa hann einhver staðar úr því að þetta er farið að útrýmast í skattkerfinu. Og þá kemur fyrsta spurning. Marsmánuður árið 1936 var mörgum Siglfirðingum minnistæður, einkum þeim sem þá þurftu að skríða út glugga á 3. hæð til þess að heimsækja vini og kunningja. Hver var skýringin á þessari undarlegu hegðun Siglfirðinga? Snjóflóð. Það var snjór og það er alveg hárrétt. Há svörin svolítið hærra svo ég heyrðu. Þeir voru alveg á kafi í snjónum þegar svöruðu þarna. Önnur spurning. Hvað heitir leikarinn og leikstjórinn frægi sem hræddi Bandaríkjamenn upp úr skónum árið 1938 og gerði eina bestu kvikmynd allra tíma 3 árum síðar? Orson Welles. Já, alveg rétt. Og 3. spurning. Í ársbyrjun 1979 var kvikmyndin Grís með John Travolta sýnd hér á landi við góða aðsókn. Sú mynd jók sölu á sérstakri vöru til mikilla muna. Lá við sjálft að birgðirnir í landinu urðu urnar á skömmum tíma. Hvaða vara var þetta? Brilliant. Það var brilliantinn alveg, hárrétt. Brilliant svar. 4. spurning. Fyrir 50 árum setti frægur flugkappi og fjármálajöfur nýtt hraðamet í hnattflugi, flaug frá Kaliforníu og heim aftur á 3 dögum, 19 klukkustundum, 14 mínútum og 28 sekundum. Og hver var þessi maður? Howard Hughes. Howard Hughes að hann. Það er þrösu stuð á báðum liðum. Nú er 5. spurning að stendur fyrir dyrum biskupsvígsla hjá kaþólskum mönnum hér á landi. En hvaða biskup íslenskur var vígður á hvítasunnudag árið 1056? Ísleifur Gissurarson. Ísleifur Gissurarson, já. Það er stuð á áhorfendum líka, stuð á öllum bara. Og þá er það 6. spurning. Hvað hét írski knattspyrnustillingurinn sem setti allt á annan enda með Manchester United fyrir það bil 2 áratugum? George Best. George Best, já. 7. spurning. Svipað leyti og Vilhjálmur Hjálmarsson var að afnema víndrykki í ráðherraveislum, minnsta kosti til skamms tíma. Þá gerði sá óvenjulegu í atburður að 2 spakir menn háðu harða kappræðu í sjálfri Laugardalshöll. Kappræðan tengdist ákveðinni bók og hver var þessi bók? 3, 4. Ingengar. 1, 2. Nei, þið náðu því ekki. Þá er fjagnur í salnum bara.
Þetta var, skal ég segja ykkur, Njálssaga. Varstu ekki að ná því, já? Ég vissi það, já. Nei, bara 3. Þetta er fáið sem ekki bónus, sjáu þið það. Bónuskerfið nefnilega, að við erum að taka það upp núna þegar við erum að leggja niður á Vestfjörðum. Það var Helgi Haraldsson á Hrafnkelsstöðum og Benedikt Gíslason frá Holti sem áttist þarna við. 8. spurning, Húnvetningar tilbúnir. 7. október 1571 var háð grimmileg sjóorusta skammt frá Grikklandi. Við hvaða örnefni er þessi orusta kennd? Orustan við Lepanto. Það er alveg rétt. Og við spyrjum númer 9, hvaða hlutverki gegnir efnið hemoglóbín í mannslíkamanum? Efni í blóðinu. Efni í blóðinu. Efni í blóðinu, við eigum að fá nánar. Það var spurt Hvað hlutverki það gegnir? Storknunar. Storknunar? Nei, það er ekki rétt í þetta 3 sekúndur. Það lætur blóðið storkna. Nei, það er nefnilega. Það er alveg sama þó að séu sammála um þetta er ekki rétt. Og nú hló Húnvetningar. Þið skemmtu þeim alveg óskaplega með þessu. Það flytur súrefni, skal ég segja ykkur. Já, meðan annars til heilans. Það er ennþá að diskutera um. Þú vissir það? Já, bara já, svona er þetta, það er aðeins um töngun. Þetta er bara 3 sekúndur. Við hefum eftir 10. spurningu, það er stemning í þessu. Árið 1965 gaf skáldið Ingimar Erlendur Sigurðsson út skáldsögu sem olli miklu fjaðrafoki og hvað hét hún? Já, 4. Náðu því ekki? 1. Borgarsaga. Þetta er ekki fullnægjandi. Nei, það er ekki fullnægjandi að sagði en þú varst nálægt því maður. Þetta er borgarlíf. Já. Og þá glæddust Húnvetningar. Jæja, Heiður Ósk, eigum að líta á stíginn til þessar hröðu og miklu lotu? Já, liðin eru jöfn með 11 stig hvort. Já. Þetta verður rosaleg rimma. Jæja, en hagaringar góðir. Hvernig er ekki best að Hálfdán farið þá fyrst með fyrripartinn og Óskar farið með botnin sem það hefur orðið til? Já. Já, á ég að fara með fyrst. Þú skal fara með fyrripartinn svo svara hann. Minn part, já. Já, þinn part, já. Ég er ekki búin að gleyma honum. Já, Óskar, þú mátt fara með það líka. Já, ég ekki bara að fara með það allt saman. Jú, farðu bara með þetta og góða ferð. Hverjir eru kostir bestir, kunnir meðal Húnvetninga, að þeir séu manna mestir ef miðað er Þingeyinga? Takk að þið fyrir, Óskar, þetta var snjallt svar og Hálfdán farðu þá bara með fyrirpart og Óskars og svar þitt. Kröflu, elda og kísilgúr, kenna Þingeyingar og elskulegar eiga frúr eins og Húnvetningar. Þá kom að hlaupa spurningarnar. Já, allar Stefáni að hlaupa. Nei. Ég var fann að halda það. Það er 1 stig á spurningu, þær verða aðeins 3. Svo að menn geta bara sprett úr spóri strax og verða ekkert uppiskapað með súrefni. Hvaðan síður hemoglóbín. Þá kemur fyrsta spurning. Fyrir nokkrum árum andaðist valmennið Jim Fix, sem kannski er ekki frásöguferandi, þar sem vakti heimsathygli var svo iðja sem hann var önnur kafin við þegar hann dó. Við spyrjum, hver var þessi iðja Jim Fix þegar hann dó? Jim Fix, nafnið endar á 2 exum, hann andaðist þegar hann var við þá iðju sem hann hafði sjálfur lyft til vegs og virðingar og taldi reyndar til þess fallna að lengja lífið. Sú iðja sem spurt var feikna vinsæl meðal almennings öll Vesturlönd fyrir rúmum áratug og er iðulega framkvæmd á gangstréttum borga eða á íþróttavöllum. Já. Hvað segirðu? Nei, hann var ekki Þú ertu búin að horfa mikið á Stefaníu, sko.
En þessi iðja er einmitt stunduð af ykkur þegar þið eru að reyna að svara þessari spurningu. Kemur hann, Jóhannes? Trimma. Trimma, já, hann alveg harri. Þetta var nú svona að hluta til rétt svar hjá þér, sko. Þetta er nú viss trimm. Greinilega miklu skemmtilegra heldur en það sem við vorum að byrja Fyrir ekki að ég tók smá bakvöld og eitt hérna á lærið. Þá kemur önnur spurning. Við spyrjum næstum íslenska rithöfund sem gert hefur Garðinn frægan. Hann stundaði nám fyrir sunnan, hélt síðan til útlanda en kom heim aftur og gerðist bókavörður. Hæversk... Nei, það var nú ekki Davíð Stefánsson. Og þú mátt hlaupa aftur og leiðum komin í sætið. Hæverskur þótti hann með afbrigðum og þótti mörgum eða öllum maklegt þegar hann hlaut alþjóðleg bókmenntaverðlaun. Já, nú er það. Nú má ekki hvísla henni. Snorri Hjartarson. Já, það er Snorri Hjartarson, já, það er því. Það munaði ekki með hárslautana. Þá kemur svo þriðja. Fyrir réttu ári voru Bandaríkjamenn á nálum vegna auglýsinga í fjölmiðlum. Hvaða varningur átti þarna hlut að máli? Já, þú ætlar að hlaupa það. Nei, Þetta er sennilega vitast, já. Já, það er ekki það. Hamborgarnir með kengúrukjöt. Hamborgarnir með kengúrukjöt, nei. En hugmyndi var góð. Við höldum bara áfram og þið eru tilbúinir. Rólegur eftir rúnarmaður, þú situr bara fyrir, Krón í San Francisco reið fyrst á vaðið af stóru sjónvarpsstöðunum vestra, fleiri fylgdu á eftir. Sá varningur sem ræðir er talinn vænlegur til þess að hefta útbreiðslu eyðni. Já, þú leipur á það. Já, þetta er alveg hárrétt. Svarið heyrðist ekki. Já, svarið var smokkar. Það heyrðist ekki, sagði Baldur. Samt gáum við rétt fyrir það. Já, ég eigum að líta aftur á stigin, Eiður, eftir þessa rimmu. Já, þau hafa nú lítið breyst síðan áðan. Þingeyingar eru reynda konum með 13 stig en Húnvetningar 12. Já, það meina. Það er einmitt það. Jæja, Hauringar, hafið þið svona eitthvað fram að færa svona frá brjóstinu núna, eins og eina stöku? Mér dettur í hug þegar ég nú horfi nú á þetta lið hérna beint á móti mér. Að húnalið er herðabreitt, hafnar mjúkum línum. Ætli þeir treysti yfirleitt illa konum sínum. Óskar. Mér datt í hug hérna gengur ýmsu á, andans ljósin skína, heldur finnst mér halla á Húnvetninga mína. Já. Nú fáum við skemmtiatriði frá gestunum og áður en það hefst að það langar mér til að bjóða bara þingna fram á gólfið, mér langar til þess að ræða kannski, heyra aðeins í þeim. Þetta eru bræður sem heita Baldur og Baldvin Baldvinsynir. Ég gef mér gott klapp. Ég er svolítið forvitin vegna þess að þið heiti svo líkum nöfnum. Hvernig stendur á því, hvernig er þessi nöfn til komið? Baldur, er ekki rugglast á okkur? Jú, það er nú æði oft reyndar. Æði oft sem er rugglast á okkur. Ég á Langafa, eða átti Langafa fyrir ekki. Átti Langafa sem ég hét Baldvin Baldvinsson. Ég átti það líka. Nú var það. Síðan, ég geta bara rétt hjá mína hlið á þessu, það er betra held ég. Já, þetta... Þessi rugglist ekki. Já, Baldvin Baldvinsson. Nú, afi minn hét Baldur Baldvinsson. Síðan heiti faðir minn Baldvin Baldursson. Nú, ég heiti Baldur Baldvinsson. Ég á son sem heitir Baldvin Baldursson. Nú, við skýrðum hérna daginn fyrir gamlársdag son hans og hann heitir Baldur Baldvinsson.
Talið þetta. Og hann heitir Baldvin. Og hann heitir Baldvin Baldursson? Ég er Baldvin. Já. En þú heitir Baldur Hermansson, allt í lagi með það? Já. Já, ekki þess að það er ekki þú, nei, þú heitir ekki Baldur Hermansson. En mér skilst að þið ætlaði að syngja 2 lög, er það ekki? Og hvaða lög eru það? Við ætlum að byrja á því að syngja lítið amerískt lag við texta eftir hagringin okkar hérna, Hálfdán Björnsson. Já. Og seinna lagið er norskt þjóðlag og textan kannast nú allir við. Gjörðu svo vel. Þetta er nú einhvern skemmtilegt tófugag sem húnvetningar hafa heyrt og þurfti að fá það úr þingja sístu til að væri almennilegt. En það var Úlrik Ólafsson sem annaðist undirleik hjá þeim bræðrum Baldvin og Baldri eða Baldri og Baldvini eða hvað það nú heita. Það er ekki fyrir þó ég ruglist úr því þeir ruglast sjálfum með þessu.
Eru þið tilbúin í seinni hálfleik? Já, ég glemdi nú alveg hagringunum. Heimaverkefninu ykkar. Já, ég var að svara þér, já. Já, þið verða að svara þeir. Já, ég vildi nú ekkert vera að breyta þessum fyrirpartíðinum, hann er svo frábærlega vel gerður. Já, hér keppendur sjáið þér slinga, sem úr viti að springa, og Ómar, hinn afburðasnjalla, með allræmdan, bannferðan, galla. Eru nú allir tilbúinir? Nú það Húnvetningur sem byrja. En seinni hálfleikur 2 stig á spurningu og getur þið 3 ef stólið yfir. Fyrsta spurning, úr hvaða frægu fornkvæði eru þessar hendingar? Hví eru öndótt, augu Freyju, þykir mér úr augum eldur brenna. Lokasinn. Ég veit ekki, láta það. Jóra. Ég ekki hugmyndu að ég segja þessi lokasinn. Ekki það alveg rétt, en það er alveg sjálfst að skjóta, þetta er svo mörg stig sem fara yfir. Þið 3. Völsbá. Völuspá sagði hún, nei það er ekki rétt. Þetta er þrimskviða. Nú alveg önduðu hugmyndingar alveg. Það komið svo mikið spenni í þetta. Önnur spurning, hvað heitir breski vísindamadurinn sem samið hefur vinsælar vísindaskáldsögur og hélt lengi fram ákveðinni kenningum tilurð alheimsins? Arthur C. Clarke. Já. Arthur C. Clarke. Ekki það rétt nú heitir. Ági Velf. Nei, hinn náðu ekki heldur. Þessu er Fred Hoyle. Alveg, það er svolítið. Við erum svo hrætt hérna í salnum sko þegar þið eru komin með þetta. Þá kemur þriðja spurning. Árið 1838 var skáldi Sigurður Breiðfjörð dæmdur til að sæta 27 vandarhögga refsingu. Hvaða athæfi skáldsins þótti svona gróflega refsivert? Já. Sjór. Sjóknaður. Nei, það var tvíkvæni. Það var tvíkvæni, það er alveg hárrétt. Það var fjórða spurningin, hvað hét enski sægarpurinn sem veldi Spánverjum og Portúgölum rækilega undir uggum, stundaði jöfnum höndum sjórán og þrælaflutninga, sildi fyrstur englendinga umhverfis hnöttin og andaði skömmu fyrir aldamótin 1600. Sir Francis Drake. Sir Francis Drake, það er alveg hárrétt. Rétt yfir það. Þá kemur 5. spurning. Hver var sá liðsmaður Sturlu Sighvatssonar sem barðist með honum á Örlygsstaðafundi, var tekinn af lífi eftir bardagan en orti rétt áður ódauðlega vísu? Þórir Jökull Steinfinnsson. Þórir Jökull, alveg er það rétt hjá þér. Við skallt á kjör klífa og við erum með 6 spurningar í þessum lið og þá er það við spyrjum frægt íslenskt staðarheiti. Bærinn stendur fyrir botni Vogs nokkur sem þornar á fjöru. Land er þarna hæðótt og kjarri vaxið, kirkjan á staðnum var til forna helguð Mikjáli erkiengli, í kirkjugarðinum hvílir frækinn fornmaður og þarna bjó fyrir 9 öldum Einar Skáld Skúlason. Borg á Mýrum. Borg á Mýrum sagðan og það er rétt hjá Rúnari. Og þá er það Þingeyingar, fyrsta spurning, úr hvaða frægu fornkvæði er þessi hending tekin? Ærna mælir, sá er æfa þegir, staðlausa stafi. Hávamál. Hávamál, það er rétt. Önnur spurning, hvað heitir bandaríski vísindamaður sem hlaut 2 Nóbelsverðlaun og hvatti menn eintreið til að taka eitt ákveðið fjörefni? Já. Jóra. Er þið það? Ekki náðu því, það er Linus Pauling. C-vítamín. Þá kemur 3. spurning. Árið 1849 var prestur nokkur vígður í Dómkirkjunni Reykjavík sem ekki taldist til tíðinda. Kirkjugestir voru þó næsta fáir því margir óttuðust að kirkja myndi sökkva meðan vígslan færi fram því að fyrir altari stóðu 9 prestar og biskup hinn 10. Hver hafði sagt fyrir að svo myndi fara? Jón Krukkur. Jón Krukkur, það er rétt hjá Jóhannesson. Juan Sebastián del Cano hét maður eitt sem var uppi í byrjun 16. aldar, ekki mjög vel þokkaður í sögunni, en þó telja margir á honum beri heiðurinn að miklu afreki. Hvað var það? Já. Jó. Það er þið það? Hvað er 16. Já. Siglingaafrek. Já. Var það ekki nýfundalað eða fór eitthvað að leið fyrst? Þið eru á reki þarna Tíminn er liðinn. Tíminn er liðinn og þetta var ekki rétt. Hann lauk fyrstu hnattstikningun sem Magellan hóf. Þú vissir það?
Já. Það er gott að það heyrði ekki blótsýrði sem var dætt þarna maður. Það er ekki fyrir það. Þetta er keppni. 5. spurning. Hver var sá frækni liðsmaður Guðmundar góða sem barðist gegn Sturlu Sighvatssyni í Grímsey og fekk svo þétt spjótslögin að hann gat varla dottið fyrir spjótunum sem á honum stóðu? Já. 5. Standa spjótin á honum alveg og hann æjar. Eyjólfur Kársson. Nei, það var ekki rétt heldur. Það er Aron Hjörleifsson. Þá kemur 7. spurningin. Spurt er að lokum annan frægans kirkjustað. Við spurðum kirkjustað áðan. Land er þarna heldur flattneskjulegt, en þær sögur sem þarna hafa gerst eru allt annað en flattneskjulegar. Bærinn stendur á lágum hól og er laut í hólnum, en skammt undan eru svonefndir línakrar. Og hvaða staður er þetta? Þetta er Sauðafell í Dölum. Nei, ekki náðu það. 3, 1, 2. Melstaður. Melstaður, nei, náðu þess ekki heldur. Þetta er Bergþórshvoll og er laut í hólnum. Heiður, hvernig standa að leika núna? Já, það dregur nú alla í sundur með liðunum. Þingeyingar eru þó enn yfir með 20 stig en Húnvetningar með 18. Já. Það eru mörg stig eftir í pottinu. Við höfum bætt við einni spurningu í síðasta kaflan sem gefur 6 stig. Það verður lokaspurningin hér í kvöld. En áður við förum nú í þessa miklu rimmu þar sem allt getur gerst, að þá ætla ég að bjóða hingað. Ég var búin að bjóða hérna manni. Þannig var að Þingeyingar báru sigurorð, þið báru sigurorð að Eyfirðingum, en hauskúpa nokkur sem Hamlet Danaprins hélt á eða hélt ekki á hefur síðan orðið til umræðu. Þetta munaði ekki með 1 stigi og ég hefði hingað boðið hingað hagyrðingi þeirra Eyfirðinga. Við Baldur erum búin að liggja í margar vikur í því að reyna að finna út hvernig við gætum fengið þá til að halda áfram og það er bara ekki nokkur leið. En hér er komin Reynir Hjartarson, hagyrðingur Eyfirðinga. Gjörðu svo vel. Nú átti eitthvað að vera mikrofót fyrir hann, blessaðan. Já, við tökum bara einhverja mynd á meðan. Er hann á borðinni á Þingeyri? Já, ég var búin að glemma þessu. Hvað segir þú? Hérna, já, þakka þér fyrir. Þetta er dularfull rödd að handan. Já, Reynir, við söknum ykkar ákala mikið Eyfirðinga og allir vita hvernig þetta hauskúpumál var tilkomið. Þú ert bóndi, er það ekki? Jú, og er stoltur af. Og er stoltur af því? Og er það svona mikill bústofn þá sem að þú hefur, að þú ert svona stoltur af þessu? Já, það er ekki mikill bústofn en nú er allir að minnka og ég hef tekið þátt í því. Þú ert stoltur af því að hafa svona lítinn bústofn? Já, vissulega. Hvað ertu með? Ég er með 2 hesta og svo í hund, páfagauk og svo er ég með mófugla, bíbifugla. Ertu með mófuglabú? Hvað, er það bara svona út í móunum? Það er spóar og kríur og lóur og svoleiðis tóttæri. Þetta er afskaplega létt á fóðrum. Svo fara þeir yfir vetturinn, engar áhyggjur og Jón Helgason skiptir ekkert að þessu. Þú ert skemmtilegu bóndi, þú vinnur nú eitthvað með þessu, þú laumast nú eitthvað annað þó sér skráðu bóndi í símaskránni þegar ekki? Ég fer í spurningaþætti og svona eins og hérna núna, ég er í svona góðu fyrirvara sem kallar í mann eins og þú veist sko. Já, það er ekki eitthvað Já, ég vinn í prentmiðju. Já, það hlaut að vera, þetta er skemmtilegt bú hjá þér. Ég var að biðja þig einmitt að koma fram með eitthvað sem tengdist þessu máli okkar hér fyrir vetur og þú hefur bara alveg frítt spil, gjörðu svo vel. Já, það er sko þegar þú talar að Þingeyingar hafi sigrað það. Ég er sammála því að það er rétt hjá Baldri að láta það sigra vegna þess að það var komið tími til þess stæðu jafnvægis okkar Eyfirðingum þegar stofnuðu kaupfélagi síðan hefur ekkert gerst þarna. Það síðustu öll sko þannig að þetta ég get vel undan þess en þetta með hauskúpur og Hamlet sko ég vil hafa þetta öðru sig. Nú er fyrir skildisgarð skapa nornir grjúpa okkar bana bitið varð Baldurs höfuðkúpa. En
þú sagði nú í gæra að að ég mætti skjóta svolítið fast á ykkur. Já. Ha. Sjónvarp stoltið seldurðu, sjálfur í hvað heldurðu, verkinu illa veldurðu, eða vitmennina geldurðu. Þetta er með skotenn kannski. Það er að láta þetta næja. Já, það. Maður riðar við sko. En hins vegar sko þá með okkur Eyfirðingar við erum ekkert sárir yfir þessu sko. Nei, síður en svo. Það var alls ekki að heyra á sig síðustu, það var neitt sárir yfir. Þetta, þó að fyrirvarinn hefur langur, ég man þetta nú ekki alveg, en allt í lagi. Við getum reynt að finna eitthvað. Eyfirðingar Eymun hrjá. Ykkar fyrri brestir, okkur finnst þið upp á skjá, ómissandi gestir. Svo Hæl okkur allt í hennu. Já, sko. Ekki að spyrja, tvöföldin í Eyfirðingum. Já, en þá skulum við hætta að hæla ykkur. Já. Og koma með föstuskottin. Já. Það er nú með þessa flugvélina. Þú í kvöld munt fara á frú, fyrir norðan heiðar, og ég vona að verði svo vökkur mjög til reiðar. Baldur hafa eina. Takk að þið fyrir reynir, ég náttúrulega neyðist til að svara þér og það spurning hvort það eru friður og ófriður. Svarið verður bara svona: stundum er best að stefna á frið, stundum er hægt að þreyja, stundum er hægt að streitast við, en stundum er best að þegja. Takk að þið gælaði fyrir. Jú, viltu það? Já, jú, ef þú vilt. Ég held að þér ætti að Baldur fái eitt fast skot. Vantar áttir, veður reik, verður fátt til sóma, hefur smátt af heiðarleik, höfðu gáttinn tóma. Var heiðarleik með stórum eða litlum staf? Þetta köllum við kraftaskál. Jæja, Þingeyingar góðir og Húnvetningar, nú er komið að lokasennunni og það eru ég er spurningar, fyrst koma 5 spurningar sem gefa 5 stig hver. Það eru 5 í allt. Nú er það 5 í allt. Það er bara svo síðasta sem er 1 aukastig. Já. Já, þetta. Þetta kallar maður að hafa 2 til reiðar. Já, má að gleyma þessum auka sem ég var með. Ákoma bjölluspurningarnar og lokasennan og það eru 5 stig á fyrstu 4 spurningarnar en 6 stig á það síðustu og það er ég er. Má bara íta einu sinna bjölluna hvora aðili. Ég er ein frægasta skáldsagna persóna allra tíma, kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1914, vakti fljótlega heims athygli og ég er aðalhetjan í miklum fjölda bóka, teiknimynda og kvikmynda. Sagan af mér hefst þegar faðir minn, blessu sé minning hans, var sendur til þess að grafast fyrir ástandið í fjarlægri nýlendu. Faðir minn hét John að fornafni en móðir mín Alice. Einn heitan maímorgun 1888, þar að segja fyrir réttri öld, lögðu þau af stað í hinn afdrifaríka leiðangur sinn. Foreldrar mínar létust í þessu leiðangri. Tarzan. Þetta er rétt, það er Tarzan. Tvö stig fóru yfir til Þingeyinga þarna. Þá kemur næsta spurning. Ég er fjarlægt land. Á mér langa sögu, fyrstu aldirnar eftir Krists-burð, skiptist ég í 3 konungdæmi. En árið 668 sameinuðust þau undir forystu eins þeirra sem kallað var Silla. Og þá var það búddismin ríkistrú. Bókmenntir hefjast innan mína landamæra kringum aldamótin 1400. 200 árum eftir Íslendingar byrjuðu sína bókmenntahefð og kallaðist ritmálið onmun.
Keisarinn í Kína var minn drottnari árið 1637, en árið 1895 varð ég sjálfstætt ríki. Eftir heimsstyrjöldina síðari var mér skipt í tvennt. Kórea. Kórea, það er alveg rétt. Þarna fenguðu 2 stig aftur. Við vorum alveg með titrandi hérna. Það þarf vissa diffsku til þess að ná þessu. Þá kemur 3. spurningin og það er enn mörg stig í pottinum og þetta getur farið allavega. Ég er ákveðin athöfn, æva gömul. Og þegar ég varðaði sjálfan Rúnolf í Dal, var sagt í glensi, gömlum kennum ég nú góðanum að geifla á saltinu. Mig segir Snorri Sturluson að sá væri siður göfugra manna að vanda mjög menn til þess að framkvæma mig, það er að segja þessi athöfn. Það hafi lengi verið áhöld ýmis atriði varðandi mig og eru menn ekki á eitt sáttir. Sakrament, það er ekki rétt. Þetta er ekki fullnægjandi. Þetta er ekki fullnægjandi. Svar þá ég þið allan möguleika. Sumir álíta að í neyðartilfelli megi framkvæma mig með munnvatni en Árni biskup Þorláksson bannaði það. Til eru gömul ákvæði að mig megi framkvæma með snjó þegar að skortur er á vatni. Það er ekki barskýrt. Það er barskýrt, það er alveg rétt. Hvað fóru mörg stig þarna? Það eru 2 stig sem fengu, það er kannski rétt að geta þess að skýrnin að vissuleyti sakramenti en svarið var samt ekki fullnægjandi í Húnvetningu. Þetta er þá skýrnin sko. Því að sakramentið er náttúrulega meira heldur en bara fleiri. Það er bara... Þeir fengu 2 stig. Þeir fengu 2 stig. En eru 11 stig í pottinu. Þá kemur ég er. Ég er einn af minnum fornu guðum norrænna manna. Ég sóst í fóstbræðalag við sjálfan Óðinn og orti þar þessa hendingu. Manstu það Óðinn? Er við í árdaga blendum blóði saman. Loki. Þetta er Loki og það er alveg hárið! Einar Logi náði heilum 5 stigum með þessu eina svari. Ekki oft sem við fáum svona 5 stig. Það er kannski rétt að líta á stigin. Hefur að líta á stigin, já. Já, það munar mjóu núna. Þingeyingar eru nú samt enn yfir með 26 stig en Húnvetningar með 23. Já, þetta munar nánast engu miðað við það sem eftir er. En Húnvetningar geta enn... Það er 1 spurning eftir. Það er 1 spurning eftir og hún gefur 6 stig ef við náum henni strax. Þá byrjum við. Ég er orð. Ég hef margar mismunandi merkingar og það er hægt að leika sér með mig í leik sem vitaskuld er kendur við mig. Ég get táknað trúarsetningu og ég get táknað þann búning sem mennirnir færa hugsanir sínar í. Ég táknað frægð og bænarstað og ég get meira segja táknað mig sjálf. Ég er 4. orðið í upphafi Jóhannesar Guðspjalls og táknað þar upphaf alls sem er. Orðið. Það er orðið, já, það er alveg rétt. Þingeyingar fengu 3 stig fyrir þetta. Og þessi spurning var dálítið skemmtileg vegna þess að hún svaraði sjálfur sér í upphafi. Ég er orð, það var svarið og fyrir það hefði þið fengið 60. En Heiður Ósk, úrslit, formleg. Formleg úrslit, því að síðasta spurningi var svolítið kvikindisleg. Það fannst þér kvikindisleg? Já, mér fannst það. En með henni náðu Þingeyingar sér í 3 stig og hafa því unnið þennan leik í kvöld með 29 stigum gegn 23 Húnvetningum. Hagirðingar, nú er þið síðast orðið. Já, ég langar nú aðeins hérna að skjóta fram í framhaldi því sem að Reynir var með hérna áðan. Já, viltu svara Eyfirðingar? Það er nú ekki mikið svar. Það er ekki nóg að vinna keppnina, nei. Eyfirðingar eiga gott
og engin gretta á trínum. Þeir leika sér og lifa flott af lófubúum sínum. Já, þessi úrslit, þá myndi ég segja þetta: í valinn flokkur húna hné, hér við sigri náðum, og þó var hvorki Hamlet né hauskúpan í ráðum. Óskar. Ég er nú ekki ánægður með úrslitin, en ég held ég sé búin að finna skýringu á þessu. Beggja lið af bragði svara. Býsna vel Ómar spyr. Þingeyingar eru bara ekki nógu vitlausir. Og þá er komið náttúrulega að verðlauna afhendingu. Og þá lítur Heiður í kringu sig alveg skelfingu lostinn. Þetta hefur verið dálítið mál með þessa konfektkassa. Þeir voru ekki síðast og í raun ættu konfektkassarnir að verða eiginlega 2 hjá ykkur á mann eða konu. Já. Er það ekki? Já, og vextir, nokkrir konfektmóðar. Já, en hér eru sem sagt konfektkassarnir frá Nóa handa ykkur húnveitinga. Gjörðu þið svo vel og þakka ykkur fyrir mjög góða og drengilega keppni. Og Þingeyingar, þetta eru konfektkastir, þið verið að eiga heila hjá okkur áfram. Þá verða vextirnir komin upp í heilan, kannski 3. kassan, gjörðu þið svo vel. Þessi keppni hér er titil sem við kallum Norðurlandsmeistara titil og hann er því hér í höndum Þingeyinga, gjörðu þið svo vel, gefum við gott nafn. Þið Þingeyingar munuð vera í næstu umferð og þá mætið þið Suðurlandsmeisturunum og þá verður útkljáð hvorir eru nú skarpari sunnlendingar en norðlendingar. En næsta keppni verður háð í Reykjavík og þar bítast stórbæja meistaratitilinn, Reykvíkingar og Hafnfirðingar. Og við sjáumst kannski aftur þá. Ég þakka ykkur öllum sem komið hingað þessu fjölmörgu og öðrum sem gerðu þátt mögulegan. Verið sæl.